Ok, þannig að þetta snýst það sem við kallum seigluþjálfun og seigluþjálfun þýðir í raun og veru hvernig getur líkaminn starfað án streitu eða minni streitu. Bíddu nú við. Ok, og ef þið sjáu hérna, það stendur hér, það eru 3 mismunandi streituvaldar sem veikja seiglu líkamans. Og það þýðir það að því ofta sem við verðum fyrir þessum áhrifum því meira dregur að hæfni líkamans til að standast álagsstreitu. Og þessi ytri áhrif eru umhverfi. Og hvað kemur ykkur í hug þegar við hugsaum ytri áhrifi? Eitthvað á lífi ykkar? Dettur ykkur eitthvað í hug? Já, Hvað væri ytri áhrif streitu? Þeir sem bjuggu í Grindavík, þeir vita allt um það. Náttúruhamfarir. Nákvæmlega, náttúruhamfarir, það var eitt. Við vorum ekki með hljóðnum á þessu. Dauðsföll í fjölskyldunni. Já. Dauðsföll, algjörlega, það væri ytri áhrif. Þannig að þau eru alls konar. Og ég meina til forna, alltaf var að tala um streitusvörun og slökunarsvörun og þegar maðurinn þurfti að verjast óarga dýrum. Og það væri ytri áhrif, einhvers konar ógn. Og síðan er það innri áhrif. Einhver hugmynd úr ykkar lífi? innri áhrif. Alltaf, ef ég kem heim og dætur mínar, eins yndislega þær eru, hafa skilið eftir fatnað á ganginum, þá verð ég brjálaður. Það eru innri áhrif. Hugsunin. Okay, þannig að hugsun er svakalegur streituvaldur. Okay. Náttúruhamfarir er ekki svo algengt, en hugurinn er alltaf. Þannig að það er óbúslega ríkjandi. Og síðan þriði þátturinn, og það eru áhrif þjálfunar. Og ég meina að það er búið að selja okkur þá hugmynd og því meira sem við gerum, því meira sem við höfum, því meira sem við tökum á því betra er það. En ef þú skoðar líffræðina þá virkar þetta ekki alveg svoleiðis. Og þetta er innan veru munurinn milli hvað er heilsa og hvað er fitness. Okay. Þannig að hugmyndin er því meira sem við verðum fyrir áhrifum hringrásstreitu, því meira breytist öndunarfærin líkamans og líkaminn andar grunnt og meira. Þannig að það eiga allir eitt sameiginlegt. Þeir tala ég anda svo grunnt. Og þá eiga við það að þeir anda einhver staði hér. Kannastu við þetta? Efri hluti brjósthols. Okay, og þessi grunna öndun, að fólk heldur að það andi svo lítið. Þetta er í raun og veru kannski stærsti misskilningun af því að því ofar sem líkaminn andar, því meira af súrefni tekur hann. Þannig að grunnöndun, sem þýðir eðlileg öndun, þar sem líkaminn andar í efri berkjum, rifbeinana, eru ofboðslega stórir andadrættir. Þannig að næst þegar þið farið í ræktina eða í jóga eða hvað sem þið eru að gera. Af hverju fór þetta hjá mér? Ok. Þannig að næst þegar þið farið og þið farið að taka á því og þið finnið að andardrátturinn er þungur, akkúrat þegar þið finnið það að þið eru gjörsamlega að missa tökuöndun, skynjið á því augnabliki hvernig líkaminn andar. Ok? Og þið farið að skynja það að þar sem staðsetning andardrátts er, þar andar líkaminn. Og leið og það gerist, þá hafið þið tapað þessari seiglu innan líkama og þá bjóðið þið heim of mikilli streitu. Þannig að hvað eru mikil streitu í þjálfun? Þannig að við erum aðalega að hugsa þjálfun núna. Þannig að hvernig fer maður frá streitu yfir í seiglu? Og ef maður er að taka á því í þjálfun, það fyrsta sem gerist, maður verður andþungur. Og þetta kannast allir við, ekki satt? Það verður þyngsl,
maður finnir maður þarf að hafa meira fyrir öndunni, ok? Og síðan þegar það fyrir yfir í næsta skref, ég verð andþungur og skrefið eftir því er munnöndun. Þannig að munnöndun þýðir að við erum gjörsamlega komin út fyrir öll mörk. Og þið munið línuritið okkar, ekki satt? Þannig að segja það að einstaklingur sé í að hlaupa úti að hlaupa, af því að ég labba gífurlega mikið og ég mæti rosalega mikið að hlaupa fólki, alveg svakalega mikið. Ég bý hérna í Grafarholtinu og labba hérna í kringu Reynisvatni, þau hlaupa það hring eftir hring eftir hring. Ég hef aldrei hitt nema Magano. Magano hleypur bara með lokaða munnin, ég veit það. Ég hef aldrei hitt einn einasta einstakling sem kemur og hlaupur á móti með sem er með lokaða munnin. Án undantekninga er munnurinn galopinn. Þannig að manneskjan sem er farin að anda svona, miðað við það að hún andar kannski 12 lítra, ok? Og 12 lítra þýðir það að hámarkspásan, hún er cirka 40, eins og við gerðum í fyrsta tímanum. Svona manneskja getur verið að anda upp í 60 til 100 lítra á mínútu, ok? Sem er gigantískt magn. Og þið rétt ímyndið ykkur hvað gerist. Þannig að þegar öndun er orðin svona ofboðslega mikil, þá gerist þetta hérna. Krampar í vöðvum. Hvað er krampi? Það er vöðvi sem hefur nánast engar súrefnisbirgðir lengur og það verður herping í kerfinu. Muniði, aukið koltvíoxíð, aukin lífsorka í kerfinu er víkkun alla slangna. Þannig að allt opnast. Ok, og síðan næsta, reglulegar harðsperrur. Og þegar, það er svona 20 ár síðan ég byrjaði að kenna jóga og þá var ég ekki með mína eigin jógastöð og þá kom þar ung kona, hún var alveg svakalega mikill í þjálfun og hún kom eftir einhverja 3 mánuði og hún sagði á maður að vera með harðsperrur alltaf. En hún var búin að vera með harðsperrur í 3 mánuði. Og það er mjög óheilbrigt. Þannig að það er ekkert óeðlilegt við að fá harðsperrur við einhvers konar nýja æfingar. Okay? Það er alltaf sagt að ef þú notar einhverja vöðu sem þú þekkir ekki, virkar ekki alveg þannig, þetta er einfalt mál að vöðin fær ekki nógu mikið súrefni og þess vegna byggjar hann upp mjólkursýru og þá myndast þessi óþægindi í vöðvunum. Og fyrir íþróttafólk sem fara að hækka lífsorkuna mjög mikið, þeir fá oft mjög mikla verki í vöðvana af því að lífsorkan hún byrjar að brjóta niður mjólkursýrunni í vöðvum. Þannig ef þið æfið mjög reglulega og þið passið ekki andardráttinn, þá er auka afurð andardrátts uppbygging mjólkursýru. Og þetta veldur því að vöðvarnir verða svona krénaðri innan. Ok. Oföndun er líka aukið álag á liði og sinar. Þannig að ef þið viljið aukna brjóskeyðingu, sama hér. Og síðan endurheimt eftir áreynslu. Hún er tiltölulega lítil. Og það vantar hérna eitt sem er mjög mikilvægt og það er áhrif á svefn. Það getur verið mjög neikvæð. En við erum ekki að tala að gera endurmæðis, við erum að tala eitthvað sem er reglulegt. Þetta var gott. Síðan, hvað er þjálfun í 8 seglu? Þannig að við tökum þá allar líkamlega hreyfingar. Það er náttúrulega krefjandi kannski þegar maður er að gera jógatíma í gegnum nefið að passa það að áreynsla sé akkúrat rétt. En þetta snýst það að taka það sem er kennt og færa inn í daglega iðkun. Þannig, fyrsta er létt áreynsla, létt öndun í allri áreynslu. Algjörlega ríkjandi, hvort sem þið fara út að labba, eða er í ræktinni, eða er að gera jóga heim sjálf, ef að öndun og þung, stoppa. Ok? Líkaminn andar alltaf með nefinu. Og þannig ekki að segja það lengur. Ok? Héðan í frá, munnöndun, búinn. Góð regla er, anda með nefi, borða með munni. Ok? Líkaminn andar undir naflanum. Því neðar sem líkaminn andar,
því heilbrigður er öndunarfærin. Og síðan þetta er kannski eitt af mikilvægt, regluleg hvíld í þjálfun. Ef þið farið út að ganga, klukkutíma, og gott að hafa það sem, hvað segir maður, markmið, stoppa 4 til 5 sinnum. Alveg, 2 til 3 mínútur. Leyfa öndun og púls að koma niður, byrja síðan aftur. Þú getur andað alveg svakalega lítið og haldið rosalega hröðum púls og það er allt í lagi. En þú getur andað ógeðslega mikið og haldið hröðum púls. Það er alls ekki í lagi. Þetta er tvennt ólíkt. Okay? Þannig að mjög regluleg hvíld. Þannig að þegar þið gerir jógaiðkun, þá skiptum við niður það sem heitir sklips. Og sklips þýðir 6 hólf iðkunar. Og það þýðir það að þú átt að taka góða hvíld inn á milli. Þannig að ef þú ert að iðka í klukkutíma, þá á hvíldan að koma alveg 4 til 5 sinnum. Það sem þú stoppar alveg, hvort þú liggur á baki eða situr, leyfir öndun að koma alveg niður. Við köllum þetta að koma aftur í hvíldarpunktinn. Og hvíldarpunktinn þýðir hversu mikið líkaminn andar í hvíld. Ok? Sá sem að virður öndun svona, það er engin spenna í líkaminn eftir þjálfun. Ekki til. En eins og það hafa verið að koma nutti. Ok, og kom ekkert harðsperrur eftir álag, af því að vöðvarnir fá nóg. Liðirnir eru alltaf heitir og mjúkir, munið ég var alltaf svona kaldur í fingrum. Og annað fyrir mig kannski sem að ég bara glemt alltaf að tala og því ég var 29 ára gamall út af misnotkun í jógastöðum og gjörsamlega eyðilegað vinstra hnéð. Og þeir skógu held ég 80% af líffærum og hnéð var bara gjörsamlega skelfilegt eftir þetta. Og ég held að það hafi verið í 10 ár. Ég var alltaf að berjast endalaus bólguvandræði og bara þvílíkt vesen. Þá kynntist ég þessum CO2 fræðum. Ég iðkaði samt alltaf cirka 1,5 klukkustund á dag af hreyfingu. En leiðu ég fór að hækka lífsorkuna í blóðinu, bólgumyndunum hún gjörsamlega hvarf. Ég segi það ekki, ég finn alveg fyrir hnénu slæð, en það er ekki líkingu miðað við það sem það var. Þannig að þegar maður heldur koltvíoxíð svona hátt í blóði, þá er stöðug blóðrás í kringum þessa mikilvægu liði. Okay? Oföndun þýðir dregur úr blóðrás, léttöndun eykur blóðrás. Og síðan endurheimta eftir áreynslu, ég meina ég iðka oft 4 sinnum á dag. Ekki alltaf kannski hardcore líkamlega áreynslu en ekkert mál. Ekkert mál. Þannig að farið yfir vídeóið aftur. Það er gott að sjá þessa punkta því að maður er rosalega fljótur að gleyma. Ok, hvað stendur hérna á mér? Ok, hinn 3,5 andadrátt. Þetta átti ekki að fara svona. Svona. Ok, hinn 3,5 andadrátt, ef þið skiptið búknum í þrennt, þá þið tæknilega skipta búknum svona nokkurn veginn milli spjaldmjóbak og brjóstbak, svona nokkurn veginn. Og í raun og veru þegar maður iðkar jógaiðkun eftir þeirri hefð sem við höfum verið, sem kallast vinyasa krama, þá snýst þetta í raun og veru hvernig nota í hrygginn í sambandi við þindarsvæðið. Þannig hvernig á líkaminn að anda í hreyfingu yfir höfuð, munið, það eru margs konar jógatæknir, þannig að það eru margs konar aðferðir til við anda, en 80 til 90% af hreyfingunni, þá á líkaminn alltaf að anda milli nafla og lífbeins. Ok? Og þetta er botnsvæðið. Cirka svona hátt. Og þegar andadrátturinn er ofboðslega léttur, þá er tilfinningin eins og grindabotninn opnast. Einhvern veginn magasvæðið, það bara gefur alveg eftir. Og síðan svæðið númer 2, það er svæðið milli nafla og bringubeins. Og ég finn stundum þegar ég hef verið í fílu, ekki góðu skapi,
líður pínlítið erfitt og ég kem að minni iðkun og þá er ég stundu þar. Það er svona erfiðu dagarnir. Þegar ég byrjaði, þá fann ég það að ég var oft í fyrsta hlutanum. Og þetta er það sem líkaminn andar milli bringubeins, neðri hluta bringubeins og viðbeina. Og þetta er það sem fólk talar um grunnaöndun. En grunnaöndun er númer 3. Grunnaöndun þýðir þegar líkaminn andar djúpt niðri og pínulítið. Það við séum unga börn anda. Já. Þau anda svona. Inn út, 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 inn út. Kannski 30, kannski 60 andardrættir á mínútu. Takið taktmæli og prófið þetta. 30 andardrættir eru 6 BPM. Taktmæli sýnir alltaf beats per minute. Við ætlum aðeins að prófa taktmælin í dag. Þannig að 60 BPM, það væri 30 andardrættir á mínútu. Og það væri ágætis markmið í jógaþjálfun, að geta andað svona lítið og hratt. Ímyndið ykkur þá að geta andað 60 sem eru 120. Bara testið þetta ef þið eigið taktmæli. Þetta er bókstaflega að anda svona og ekki verða andstuttur. Og það er krefjandi. En, ég nú aðeins að flækja þetta með okkur. En allan að þetta er markmiðið. Anda djúpt niðri og anda lítið. Og ef þið finnið það að þindin er stíf og allt er ómögulegt, þá er ekkert óeðlilegt í það. Þannig að ég var búinn að vera jógaiðkandi í 20 ár. Ég var búinn að vera að gera hugleiðslur í 20 ár og ég hélt bara að ég væri svona nokkuð góður. En þegar ég byrjaði að skynja þessi fræði, þá skynjaði ég hvað kviðarholið var krónískt stíft. Það var bara, ég veit ekki hvað. Og ég hélt bara að svona ætti þetta að vera. En þetta á ekki að vera svona. Maginn á að vera slakur og hann á að vera opinn. Þannig að leiðin átt að heilbrigða öndun, það er þegar líkaminn andar mjög neðarlega, mjög lítið. Stundum andar hann títt og stundum andar hann svona inn út, inn út, inn út. Óheilbrigð öndun er svona inn og út, inn og út. Og þegar þið eru ómeðvituð og hugsunin fer í gang, þá andar líkaminn eftir því hvernig þið hugsið. Það verður hljóma samt eins og mótsögn. Sjálfsögðu. Skjóttum. Að anda svona lítið. Aha. Hljómar eins og maður sé að fara rosa grunnt. Það hljóma þannig, já. Þetta snýst staðsetningu. Já, en ég bara spáði, sko, hvernig fer maður að anda svona hratt en samt svona djúpt? Þú getur það ekki í dag. Nei, það er kannski þess vegna sem ég tengi ekki við þetta. Nei, það er ekki séns að tengja við þetta, en það er gott að vita þetta, af því að það mikilvægast í þjálfun er að hafa einhvers konar kort hvert ég er að fara. Ef ég veit ekki hvert ég er að fara og ég veit ekki hvað ég er að gera, þá vona ég bara það besta. Flestir sagt sig það, ég gera það engan veginn. Ég vil vita hvað ég er að gera, af hverju og hvert er ég að fara með það. En svona hugsa ég. Þetta er mótsögn að vissu leyti að því að hugmyndin grunnaöndun er kolröng. Að anda í brjóstholi þýðir ofboðslega mikil öndun. Þetta kallast chain stock breathing. Og þessi öndun hún gerist ef líkaminn er það bil að deyja. Ég hef persónulega verið 3 sinnum í kringum einstakling sem er að deyja og þá vissi ég ekkert af þessu. En leið og ég man hvernig þeirra öndun var í lokin. Það var ofboðslega miklar hreyfingar í brjóstkassanum. Öndun var alveg svakalega djúp og mikil. Og þetta er það sem kallast grunnöndun. Og ef þið tilfinningin er að ég næ ekki andanum, að það er meira eins og míkrókæfisvefn. Þá sem vaknar upp með andfælum, hann er að vakna upp með pínlítinn kæfisvefn. Þetta er stundum byrjunin á því. Og líkaminn er að vakna upp af því að það er svo ofboðslega mikil oföndun í gangi.
Þannig ef þið vaknuðu miðja nótt, þá eigið þið að segja takk fyrir, ekki andskotans. Og ef þið vaknuðu ekki, þá er þetta búið. Þegar við erum 50 yfir, þá erum við öll komin í svefnvandræði. Okay. Ég tala stundum með 30 fólk og það er bara, veist, hvað er að tala maður? Ég fyrir að sofa og síðan bara vakna ég. Síðan talaði við svona á sama aldri og ég og það er allir með svefnvandræði. Þannig að þetta gerist yfir lífið.